Í þessu sýnidæmi ætlum við að nýta okkur lögmálið einsinda þríhyrninga til að finna x, en við sjáum að þessi tveir þríhyrningar sem sjást hér á myndinni eru einsindir þar sem að hér með tvö 90 gráðu horn. Þetta horn hér er sameiginlegt með báðum þríhyrningunum og þá verður þetta hér horn að vera jafnstórt þessu hérna horni. Þar lendur öll hornin jafnstór í þessum tveimur þríhyrningum. Nú, lögmál einsinda þríhyrninga segir mér það að hlutfallið á milli þessari hérna hliðar og þessarar verður að vera það sama og hlutfallið á milli þessar hliðar og þessarar. Við getum sett það stærðfræðilega upp þannig að við segjum að hliðin A deilt með hliðinni B, þannig að segja við köllum þessa hlið A og þessa B, verður að vera sama og hliðin C deilt með hliðin D á þennan máta. Og þá þarf ég bara að setja inn viðeigandi gildi inn í þessari jöfnu, þar sem ég segi að 3 er þá A og 5 er B, þannig að 3 á móti 5 verður það að vera sama og 2 móti x á þennan máta. Og síðan margfalda ég þetta í kross, 5 hér, niður og 5 hingað, og ég fæ 3x er það jafnt og 10, sem segir mér það að x-ið er það jafnt og 3,33 sem er þá hliðin x. Nú við skoðum svo annað dæmi þar sem að við getum nýtt okkur lögmál einsinda þríhyrninga. Það sjáum við hér tvo þríhyrninga, annars verður þennan hérna stóra þríhyrning og svo þennan hérna litla, sem kannski við fyrstu sýn virðast ekki vera einsindir, en ef við spáum í þessu þá sjáum við hér 90 gráðu horn og hér annað 90 gráðu horn, þannig að þau eru jafnstór. Svo er þessi hérna þríhyrningur og þessi stóri, þeir eru hér líka með eitt sameiginlegt horn. En þá vitið það að þessi tveir þríhyrningar hafa tvö horn sem eru jafnstór og þá hlýtur þriðja hornið að vera líka jafnstórt. Og þar erum við komið með einsinda þríhyrninga. Nú, en þá þurfum við að átta okkur á því hvaða hlið er sambærileg, hvaða hlið hér og hér er sambærileg á þessum hérna stóra þríhyrningi. Og við getum gert það með því að snúa þessum hérna þríhyrningi í huganum og við bara speglum hann hérna og teikna það upp og sjáum við að þá lítur þetta einhvern veginn svona út og ég get tekið þetta hérna horn og ýtt í niður, þá sé ég að ég fæ eitt lítið þríhyrning og eitt stóra þríhyrning, þar sem ég er hér með 3 og 4 og hér er með 5 og x. Og nú er augljóst hvernig ég á að gera þetta. Það er eins og áðan, þá setjum ég þetta upp í jöfnuna A móti B er þá jafnt og C móti D, þar sem þetta er þá hlið A og þetta er hlið B, og þetta er hlið C og þetta er hlið D. Nú, ég segi þá að 3 deilt með 4 er jafnt og 5 á móti x. Svo margfalda ég hér í kross og fæ þá að 3x er núna jafnt og 20, deili með 3 báðum megin og fæ út að x er þá jafnt og 6,67 sem er þá þessi hérna hlið.